Góðan daginn og verið velkomin á upplýsingafund Sjálfstæðisfélagsins í Garðabæ fyrirhuga prófkjör sem mun fara fram þann 5. mars næstkomandi. Við stöndum hérna 3 saman í dag. Ég heiti Sigríður Indriðadóttir, formaður félagsins og hér hjá mér Haukur Þór Hauksson og hann nú meira að segja formaður kjörnefndar, uppstillingarnefndar. Kjörnefndar heitir það, já, þetta allt svolítið flókin orð. Og Sigþrúður Ármann sem nýbúin að standa í prófkjörsbaráttu og hefur vonandi frá einhverju skemmtilegu að segja hérna eftir sem hún tilbúin að deila með okkur. En við ætlum að vera hérna í dag og hugmyndin með þessum fundi í dag sú að þið ykkar sem hafið áhuga á því að bjóða ykkur fram í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins hérna í Garðabæ fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar sem verða haldnar í maí, að þið fá svona upplýsingur það hvers að vænta, hvað framundan, hvað þýðir, hver kostnaður, hver tíminn og allt þetta. Og þessum spurningum ætlum við að leitast við að svara í dag. Þannig að við skulum bara ekkert vera eitthvað að teygja lopan eins og stundum sagt, heldur hann Haukur hérna, sem mér á hægri hönd. Hann ætlar að fara aðeins yfir nokkuð praktísk mál og bara yfir til þín Haukur, bara go for it. Takk fyrir kærlega. Hvers að vænta fyrir væntanlega frambjóðandi sem hafa áhuga á að bjóða sig fram? Akkúrat, takk fyrir það, Sigríður. Já, ég ætla eins og Sigríður kom inn á að fara yfir svona praktísk atriði, nákvæmlega þeir sem að horfa á þetta og að velta fyrir sér að bjóða sig fram eða þekki eitthvað sem hefur áhuga á slíku, hvet fólk endrið til þess og bara hafa þetta svona eins stutt og hnýtt með og ég get, en það nokkur atriði sem að koma að, þannig ég vind mig bara í þetta. Nú, kannski í fyrsta lagi við erum auðvitað búin að auglýsa frambúðið, eða það að segja prófkjörið og að skilafrestur í frambúð frestun til að bjóða sig fram 31. janúar, mánudegi, klukkan 4 nánar tiltekið og þetta verið auglýst með þeim hætti að verið sendur póstur alla félagsmenn og heimasíðu félagsins, garðar.is, Facebook síðum, tvisvar auglýst í garðapóstunum og erum svona að reyna að tryggja það að fara nú ekki fram hjá neinum áhugasum. Það svona kannski fyrsta skilyrðið og sem við reynum að uppfylla. Rétt bara svona áður kannski fer í þessu praktísku atriði, þá vil ég bara hvetja alla sem eru áhugasamir og að taka þátt í þessu öllu saman með því bara að bjóða sig fram og vera ekkert feimin við það þrátt fyrir að kannski hafi ekki verið virk í starfinu áður eða einhvern veginn finnst þeim ekki vera einhvers konar kreðsum sem að segja eitthvað partur af þessu, það hefur ekkert með málun að gera. Við fögnum öllum frambúðum og það að segja bara fólk hafi hagsmuni Garðabæjar í húi og séu sjálfstæðisfólk og vilji bænum vel, að þá hlýr og breiður armur sem að bíður fólks. Ekki vera feimið við það. Og já, endilega. Svo stela þér aftur að því að kannski eitt sem að við væri gott fyrir okkur að koma á framfæri til þeirra sem eru akkurat að horfa okkur núna og það einmitt það að ef það vakna einhverjar spurningar hjá okkur meðan við erum hérna að þá getið þið sendt þær inn á heimasíðun okkar, félagsins í Garðabæ, inn á garðar.is/spurn og þá munum við kíkja á þær hérna eftir og leitast við að svara þeim. Þannig að nákvæmlega þetta bara vel gert og ég hlakka til að heyra meira. Já. Og nú auðvitað Sigríður kemur betur inn þá eftir hvaða svona vettvang sjálfstæðisfélögunum munu skapa fyrir frambjóðendur til að geta komið sér og sínum málefnum á framfæri þegar fram í líður. Og við gerum okkur líka grein fyrir því eins og þessi fundur nú kannski sönnun að það eru dálítið sérstakir tímar í þessu COVID ástandi og margt að þessu ferli verður kannski meira rafrænt en áður. Og það líka eitthvað sem ég veit að Sigríður kemur inn á eftir, þarf að taka tillit til. Nú líka aðeins var þetta umgjöruna, Sjálfstæðisflokkurinn í Garðabæ núna, eins og staðan með 8 af 11 bæjarfulltrúum og þannig að það gekk mjög vel í síðustu kosningum og við vonum bara að gangi vel aftur. En það þýðir kannski að þeir sem bjóðu sig fram að fyrstu 8 sætin, ef þetta fer eins og síðast, ætti að gefa bæjarstjórnar sæti og má segja kannski fyrsti og annar varamaður mjög reglulega komin á bæjarstjórnarfundi, þannig að það eru mörg sæti sem ætti að vera bitastæð, svo má segja. Og svo eru kannski aðrir sem vilja bara taka þátt með öðrum hætti, það bara gott og vel. Og hver sem kjörgengur og mun taka þátt í kjörinu, kýs 8 einstaklinga þegar þar kemur og mun geta skráð sig í flokkinn alveg fram að kosningunum.
Prófkjörsdagurinn sjálfur verður laugardaginn 5. mars næstkomandi og það verður kannski meira auglýst síðar svona hvernig framkvæmdin og honum verður nákvæmlega, staður og stund og tímasetningar og svo framvegis. Framboðum almennt ætlað að vera skila rafrænt, þó verður það þannig að sem sagt mánudaginn 31. janúar milli 3 og 4 verðum við hér úr kjörnefndinni að taka við bara físist, eins og má segja, á pappír frambúðum ef fólk einhver hluta vegna bara hefur ákveðið að getur ekki skila rafrænt, að þá er líka komið til móts við þá sem það vilja. En ég ætla kannski svona, að fara rétt á eftir hérna yfir hvernig það blasir við bara ef ég ætla að bjóða mig fram, hvernig fer ég að því og hvað þarf ég að gera. En svona rétt kannski áður með meðmælendur og annað sem eru partur í því að bjóða sig fram, að það er alltaf hægt að kanna það á xd.is með rafrænum skilríkjum hvort viðkomandi er skráður nú þegar í sjálfstjórnsfélögin, þar er sjálfstjórnsfélag Garðabæjar eða Huginn, félag ungra í Garðabæ, í flokkin í Garðabæ, svo má segja, á xd.is. Og þannig að það er að ganga úr skuggum það þarf ekki að vera eitthvað veltast í vaða með það. En ég ætla aðeins að fara yfir hérna núna nokkur glærum, hvernig þetta, hvað þarf að hafa í huga. Ef maður fer sérst bara, maður getur fyrir á garðar.is og smellt þar á reit, þar sem að opnast í raun fyrir bara rafræna skráningu á frambúði. Þetta er líka undir xd.is og þá eru allar þar upplýsingar sem að viðkomandi þarf til að koma sínu efni til að vera með gilt frambúð áleiðis. Og það eru prófkjörsreglur, skipulagsreglur, allt sem er hægt að kynna sér þarna sem snýra frambúðinu og þannig að það í raun mætti að geta gengið frá því ef svo má segja bara heima við eldhúsborðið. Og hérna sjáum við áfram, þetta eru bara hefðbundin nafnkennitala og svo einnig er óskað eftir að það verði myndsett og nokkur orð viðkomandi og þetta er meira að hugsa bara fyrir sem sagt á xd.is síðuna sjálfa, valhöll, að það sé svona gögnum þá sem er að bjóða sér fram og hægt að kynna sér það, en svo verður þetta kannski hérna í Garðabæ sérstaklega, og Sigurður fer betur yfir það á eftir, skapaði vettvangur fyrir fólk að kynna sig, en þetta svona bara þannig að sé hægt að setja andlit við nöfn og fá svona helstu punkta hvern og eitt frambjóðanda. Nú höldum aðeins áfram. Og kannski rétt að með þetta skiptum glærarnar bara að minnast á að við munum setja glærarnar inn á vefinn okkar þannig að þið þurfum ekki alveg verið eitthvað að punta hjá okkur, heldur bara njóta þess að horfa og hlusta Hauk og þannig að glærarnar verða aðgengilegar eftir hendin í dag. Takk fyrir. Og þarna sjáum við líka á glærinu þetta er yfirlýsing að viðkomandi að óska eftir bara að bjóða sig fram og það var þetta svona kostnað sem er beinn og snýra frambúði. Þá er sem sagt 15 krónur gjald og það er hægt að borga það líka í gegnum netið á þessari síðu og í raun það er bara það gjald sem rennur til þá valhallar og það er bara umstang í kringum frambúð hjá fólki og svo verður greitt líka 130 króna tryggingagjald sem fast endurgreitt en það er til að þegar frambúðsfresti lýkur, sem 31. janúar, þá svona 2 dögum eftir það svo að þá sér valhöllum það að keyra skrárnar, sumir vilja ekki fá hringingar eða eitthvað slíkt og þá eru bara gefin út í raun kjörskrá þar sem að viðkomandi getur fengið þó þetta með undirritun á þessum yfirlýsingum trúnað og annað og persónuverndar-lögum og slíkt en það er til að allir setja við sama borð þannig að allir viti hérna er listi af fólki sem ég get haft samband við, þetta eru félagar í Sjálfstæðisflokknum í Garðabæ og það er þetta bara og hefð fyrir því og reglum að segja það að það sé svona fair game, svo maður segja, allir hafi aðgang að félagatalinu. Og svo maður segja svona miðað við 2 sólarhringum eftir að bara búið að kjósa og úrslit ekki fyrir, að þá er skilað þessari skrá og tryggingagjald endurgreitt. Þannig að beinn kostnaðurinn er bara 15 krónur. Sum félögin, það er misjafnt, eru með þannig að þau taka ekstra gjald þá var bara til viðkomandi félags, Sjálfstæðisfélagi Garðabæ gæti gert það, en það hefur verið ráðdeild í rekstri í mörg ár og félagið stendur sterkt fjárhagslega.
Þannig að það er ákveðið að vera ekki að taka eitthvað sérstakt gjald umfram það sem ég nefndi áðan og svona líka bara hugsa til að hafa sem vera ekki að fæla hugsanlega einhverja frá og félagið bara stendur það sterkt að geta tekið það á sig. Þannig að það kemur ekki til þess. Nú svo sést hérna bara og fólk getur lesið þetta rólegum yfirlýsingar prófkjör og reka heiðarlega baráttu og það fram undir götunum. Nú það eru eyðublöð líka sem er bara mjög einfalt fyrir meðmælendur. Ef ég ætla að bjóða mig fram, ég er búinn að fylla út það sem ég gerði, þá prenta ég út svona blað sem er 20 nöfnum að minnstakosti, það er 20 til 40, það er út af bara, maður vill ekki vera, það er ákveðin afstemmingavinna og annað fyrir kjörnefnd að þú eru ekki bara að fara yfir 100 nöfn hjá hverjum og einum sko, þannig að það er að lágmarki 20 meðmælendur sem eru þá skráður í Sjálfstæðisflokkinn í Garðabæ og sem geta mælt með viðkomandi og þessu blaði er skilað með sem sagt þegar frambúðið skilaði gegn vefinn eða þá afhent hérna eins og ég sagði fyrr mánudaginn 31. janúar. Þetta er bara nafn, kennitala, símanúmer og netfang, segir sig sjálft og hérna það verður farið við þetta þegar það liggur fyrir. Nú rétt hérna varðandi fjármál frambjóðenda að það er að segja í kosningabaráttunni, það er ekki að fara í þeirra persónulegu fjármál, en hérna þá er bara lögum samkvæmt upplýsingaskylda og öllu slíkum frambúðum og það þarf að skila eftir frambúði upplýsingum til Ríkisendurskoðunar, það er bara gert í gegnum vef og það er bara gert grein fyrir móttöknum framlögum og kostnaði og aðalatriði stofna bara sér bankareikning í kringum frambúðið og auðvitað gera okkur grein fyrir því og reglurnar að það er ekki allir að fara í einhverja heljarinnar baráttu, þannig að í fyrsta lagi þarf þetta bara að liggja fyrir þetta uppgjörurinn 3 mánuðum eftir að kosningu lýkur, eða baráttunni lýkur og það eru leiðbeinandi reglur á svæðinu þar að segja sem hægt er að fara í gegnum á garðar.is eða xd.is og þetta er bara, má segja, common sense, mjög skýrt og þeir sem eru ekki að leggja kannski eitthvað mjög mikinn kostnað eru undir 550.000, þá eru nægir að skrifa bara undir yfirlýsingu ákveðna, það þarf ekki formlegt uppgjör og þeir sem eru yfir þeirri fjárhæð að þeir þurfa að gera uppgjör og það er tilgrinda því á vefnum, það er mjög einfalt og bara passa það að hver og einn sem er að styrkja viðkomandi einstakling að viðkomandi má ekki styrkja meira en 400.000 krónur per lögaðila eða einstakling og öllum eins og hér kemur fram öll framlög frá einstaklingum hærri en 300.000 ber að gefa upp framlög einstaklinga undir 300.000 þá nægir að birta bara samtölu framlaga þeirra einstaklinga þar að segja ef það væri mjög margir sem var að styrkja 50.000 krónur eða eitthvað þá er það bara tekið saman en auðvitað haft svona einhvers staðar á lagar þannig að Ríkisendurskoðun getur farið yfir það ef að þörf ber undir en annars nægir yfirlýsingar ef þetta er ekki mikill kostnaður og það er ekki að vera að gera eitthvað sérstakt uppgjör. Aðeins varðandi þá upplýsingarnar áfram, var að segja þegar framboðsfresti lýkur og þá verða settar inn nánari upplýsingar eins og segja hérna framvindu mála, það er að segja hvar kjörstaðurinn verður nákvæmlega, opnunartími, utan kjörfundar atkvæðagreiðsla, hún verður höfð í marga daga og við gerum okkur grein fyrir því að COVID spilar það líka inn í, fólk vil kannski geta kosið bara í róleitum, vera ekki í hópamyndum þráttur að það verið passað upp á það, en allar slíkar upplýsingar verða settar á vefinn tímala á garðar.is, xd.is, Facebook-síðu félagana, auglýst í garðapóstunum, tölvupóstu til félagsmanna, þannig að allt gert til að reyna að koma upplýsingaflæðinu sem best og eins ef að eru einhverja spurningar sem vakna eða eitthvað þykir ruglingslegt eða vafatriði eða eitthvað slíkt, þá bara vera ófeimin að hafa samband þar sem þetta senda póst á garðar.xt.is eða bara hafa samband beint við mig sem formann kjörnefndar og það er símanúmer og netfang sem er líka á garðar.xt.is og bara að gera að koma með spurningar og vera ekki feimin við það. Láta ekki nein svona tæknilega atriði stöðva sig og við viljum fá þverskurð af fólki
Þannig að við fögnum því bara að fólk er að pæla í þessu og kýla á þetta og ítreka þetta var mjög svona hröð yfirferð. Þetta er allt á vefnum, ófeiminn hafa samband ef eitthvað er óskýrt eða þarna skýringa, bara ekki hika við það. Þannig að þetta var svona stutt yfirferð yfir vonandi að við svona verið tiltölulega skýrt. Ég sé bara vel gert, takk fyrir þetta. Ég er búin að vera að refressa síman minn vegna þess að ég er með hann stiltan á garðara.is ef að til þess kemur að einhver er að senda inn spurningar, þannig að það er allavega ekki komin inn spurningar frá þeim sem eru að fylgjast með okkur núna. Þannig að það er bara gott að hafa þessa glærur, þannig að þið áttu ykkur betur á því hvar þið getið aflað ykkur frekar upplýsinga eða sendt fyrir spurnir og það er alveg augljóst, Haukur, að þetta er bara að heilmörg að huga í þessu. Já, það er það. Og gaman að fá þessa samantekt frá þér og nauðsynlegt fyrir þá sem að hyggjast taka þátt í prófkjörinu að bjóða sig fram, þannig að það er bara virkilega vel gert. Og við sem erum í sjálfstæðisfélaginu hérna í Garðabæ, við viljum náttúrulega, við erum bara grassrótin og við viljum að sjálfsögðu styðja við bakið á öllum þeim sem hafa áhuga á því að taka þátt í prófkjörinu fyrir bæinn okkar. Og hér er þú kannski svolítið skemmtilega orðið áðan, Haukur, svona hlýr faðmur sem tekur á móti og þess vegna langar okkur líka að fara yfir hvað það er sem við erum að fara að gera, hvernig við getum sem best stutt við ykkur í þessari baráttu sem er þá framundan eða þessari þegar þið eru að bjóða okkur fram. Og við höfum svona velt þessu svolítið fyrir okkur í stjórninni og nú er lítið til hlið, náttúrulega tala líka við Sigþrúði og Hauk og svo við ykkur, þannig að það sem að ég ætla þá að fara yfir aðeins núna eins og Haukur er búinn að koma inn á hingað til er með hvað hætti við sjáum fyrir okkur að geta stutt við ykkur og það eru þá nokkra glærur þetta en aðalatriðið er að þið vitið það að þið eruð ekki ein og við erum hérna fyrir ykkur klárlega með ykkur í liði og það fyrsta sem að okkur datt í hug þegar við í stjórninu fórum að ræða þetta, hvað getum við gert til þess að styðja við fólk sem langar að bjóða sig fram? Og það var að gefa út blaðið Garðar. Og það er nú þekkt hérna í Garðabænum og við ætlum að gefa það út að þessu sinni í samstarfi við Garðapóstinn. Þannig að við ætlum að hafa Garðar í Garðapóstinum. Þetta náttúrulega fer bara mjög vel á þessu, enda erum við í Garðabæ, þannig að það er ekkert flókið við þetta. Og þar fáið þið þá tækifæri til þess að vera með kynningu á ykkur og við munum leið og framboðsfrestur hefur runnið út þarna þá í lok 31. janúar þá munum við hafa samband bara strax í byrjun febrúar þá liggur fyrir hverjir ætla að bjóða sig fram og taka þátt í prófkjörinu og við munum þá hafa samband við ykkur öll og óska eftir texta frá ykkur og mynd, þið þurfum náttúrulega að hlaða upp mynd þarna líka hjá Valhöll þannig að það er bara fínt að eiga góða mynd að sér, við þurfum að nota hana. Og þetta verður svo og búið þá í samræmdan búning sem að fer þá beint í auglýsingu, eða sem sagt ekki auglýsingu, heldur í þetta blað, Garðapóstinn, Garðar í Garðapóstinn. Þannig að það er svona það sem þetta er nú fyrsta sem við ætlum að velta fyrir okkur og svo höfum við hug á því líka og erum búin að taka frá nú þegar 4 daga í febrúar þar sem að okkur langar til þess að bjóða ykkur að koma hingað í félagsheimilið okkar og koma á kynningafund. Þar sem að við höfum 4 dagar því bara hvað ég alltaf að vera á kynningafundum allan febrúar en nei, það er ekki alveg þannig. Við ætlum hins vegar að við erum búin að taka frá 2 laugardaga, bæði 5. og 12. febrúar og 2 þriðjudaga þá seinni parta, 8. og 15. Og við munum þegar liggur fyrir hversu margir frambjóðendur verða í þessu prófkjöri hafa samband og bjóð ykkur að koma þannig að hver og einn frambjóðandi hefur tækifæri til að koma á einn fund. Þannig að þið fáið smá rými og tíma til þess að kynna ykkur og þannig að það fer bara eftir fjölda frambjóðanda hversu margir verða þá á hverjum fundi. Þannig að það segir sér sjálft að við þurfum ákveðan bara að taka okkur smá tíma í þetta og þannig að allir fáið þarna tækifæri. Og við munum líka eins og með Garðar í Garðapóstinum textan og myndina fyrir það, senda ykkur upplýsingar þetta þegar hann dregur upplýsingar hvaða daga þið eigið að vera og hvernig fyrirkomulagið á að vera. Við náttúrulega vitum ekki enn þann dag í dag hvort að þetta verða rafrænir fundir eða fundir hérna á staðnum og það kemur bara í ljós þegar það kemur. En í það minnsta að þá fá allir sama tækifæri.
Nú, svo var smá sneak peek á eina glæru áðan, eða svona smá, fór aðeins svo langt að við ætlum líka að bjóða upp á podcast. Þannig að hverjum með einum frambjóðanda sem að bjóða sig fram í prófkjörinu stendur til boða að koma hingað, einmitt hingað, við erum bara með geggjaflott stúdíó í félagsheimilinu okkar og þar fáið þið tækifæri til þess að koma í örstutt podcast. Og það verður bara haldið hér og undir stjórnans Torfa Geirs sem okkar ástsæla tæknitröll og maðurinn alltaf á baku tjöldin og kamerurnar og allt þetta. Þannig að hann ætlar að styðja okkur í því og aðstoða okkur í því. Þannig að spurningarnar þarna verða svona á léttum nótum, við ætlum ekkert að vera eitthvað að hafa eitthvað flókið eða fara eitthvað ítalið eitthvað, viljum bara kynnast ykkur og gefa bæjarbúum, það að segja, og þeim sem muni hafa atkvæðisrétt í prófkjörinu, sem sjálfstæðismenn í Garðabæ, tækifæri til þess að kynnast ykkur. Og þannig að þetta verður bara skemmtilegt og áhugaverð nálgun að prófa þetta og við höfum svo sem ekki kannski endilega verið að gera þetta hingað til, en finnst þetta svakalega spennandi. Við höfum líka mikinn hug á því að halda sameiginlegan kynningafund með ykkur öllum. Og hvort að hann verður rafrænn eða hvort að hann verður einhvers staðar hér eða í FG eða hvar það nú verður, við vitum ekkert það. Það mun bara koma í ljós þegar að nær dregur. En fyrir þennan fund höfum við einmitt tekið frá seinnipartinn eða kvöldið þarna 1. mars sem ef ég man rétt þriðjudagur. Þannig að við bara hlökkum virkilega til að standa við baki á okkur í þessari vegferð sem framundan og styðja við ykkur í því að þið geti komið ykkur og kynnt ykkur komið ykkur á framfæri og kynnt ykkur áður en að prófkjörið sjálft fer fram. Og það ekkert svo langt síðan við vorum einmitt sjálf í bara miðri kosningabaráttu þá til Alþingis og við vorum öll útopnu í þeim efnum og það nú bara svolítið gaman að segja frá því að við erum með okkur, eins og ég kom inn á í upphafi, manneskju, hana Sigþrúði Ármann, sem nýbúin að taka þátt í prófkjörsbaráttu, bæði í því að bjóða sig fram og svo einnig að taka þátt í kosningabaráttu þegar eftir að prófkjörinu lauk. Og okkur fannst það bara spennandi að fá hana Sigþrúði til okkar í dag og aðeins bara svona hlera þig. Hverju á það fólk sem hefur áhuga að bjóða sig fram, hverju á það vona? Og hvað svona mikilvægast að þínu mati hafi í huga þegar maður að taka ákvörðunina að býta á ég að bjóða mig fram með ekki? Takk fyrir þetta, Sigríður. Bara æðislegt að fá að vera með ykkur og auðvitað væri gaman að vera með ykkur í eigin persónu en þetta nú tímarnir í dag og við gerum gott úr því. Nú, ég held að aðalmálið, stærsta málið til að byrja með þegar maður á þessum stað sem að þið sem að fylgjast með þessum fundi væntanlega öll á, það að gefa sér tíma og bara hugsa langar með þetta. Og þá þarf maður að taka allt út fyrir sviga, alla þessa frábæru punkta sem komið fram hjá Hauki og Sigríði og ekkert að spá í þetta sé eitthvað vesen, þetta sé eitthvað, taka þetta allt út fyrir sviga, taka líka algjörlega út fyrir sviga eitthvað fólk af hvetja eða eitthvað áreiti og eitthvað, jú, gerði þetta, eitthvað svona, taka það líka allt út fyrir sviga og standa bara einn með sjálfum sér og hugsa, langa með þetta og hlusta á hvað hjartað segir þér. Og ég gerði þetta og ég gaf mér bara tíma. Ég fór mikið í göngutúra á þessum tíma og virkilega velti þessu fyrir mér vegna þess að ég hafði alveg lengi vel alltaf sagt bara nei, þetta eitthvað sem ég langar ekkert og ekkert. Var bara alltaf ekki að gera. En það var svo gaman þegar maður fer að hlusta á sjálfan sig og fer að velta þessu fyrir sér, langar með þetta, af hverju langar með þetta, hvað það, hef ég eitthvað fram að færa, hvað langar mig að sjá, hverjar væru mínar áherslur og núna þegar við erum að fara í prófkjör fyrir sveitarstjórnarkosningarnar, þá þær náttúrulega sveitarstjórnarmálin náttúrulega algjör veisla. Þetta náttúrulega eins og bara gúrme nammiskál. Þetta nær samfélagið okkar og að vinna með íbúunum. Ég myndi segja að þetta bara æðislegt. Þarna erum við að vinna með unga fólkið, með börnin, með eldra fólk, alla íbúa Garðabæjar. Sveitarstjórnarmálin snúa að nær umhverfinu og við getum öll látið til okkar taka
þegar kemur að sveitarstjórnarmálunum. Og þetta mín ráð til ykkar, hugsiði, langa mig og þetta ótrúlega spennandi vettvangur að gera. Og það líka það svo mikilvægt að það ekki til einhver ein típa og maður þarf ekki að fylla í eitthvað eitt ákveðið box eins og í starfsumsókn. Það nefnilega þannig að þegar við erum að velja fólk á lista, þá þurfum við að hafa fjölbreyttan lista og ólíkt fólk. Við þurfum að hafa fólk með ólíkan bakgrunn, með ólíka menntun, með ólíka reynslu, fólk á ólíkum aldri, af ólíkum kynjum og úr ólíkum hverfum. Þannig að það hafa, með öðrum orðum, ég myndi segja bara allir hafa eitthvað fram að færa fyrir nærsamfélagið okkar. Þannig að hafið þetta ótrúlega mikið í huga og það líka gott að hugsa til þess að það þurfi ekki allir að vera að bjóða sig fram í efstu sætin. Það að sjálfsögðu spennandi, en við þurfum 8 manna lið og við þurfum ekki bara 8 manna lið, við þurfum eins og Haukur sagði, við þurfum líka varabæjarfulltrúa og þegar að listinn hann mun samanstanda af 22 einstaklingum og það alveg rosalega gaman að taka síðan þátt í kosningabaráttunni. Ég var mjög lánsöm, ég var held í 13. sæti hérna árið 2014 og var líka þá kosningastjóri í þeirri baráttu og þetta algjör veisla að taka þátt í kosningum. Og þá bara, þetta nefnilega snýst þetta prófkjör núna. Ég hef sagt það áður, það snýst að stilla upp sigurliði. Og við þurfum að stilla upp fólki, eins og ég sagði, mjög fjölbreyttum hópi, þannig að það svo margir sem hafa eitthvað fram að færa. Og þetta sigurlið, þetta snýst allt hvaða liði við ætlum að stilla upp og bjóða fram í kosningunum sem fara fram 14. maí. Það verður stóri dagurinn okkar allra. Og það rosalega gaman að taka þátt í þeirri baráttu, alveg svakalega. Það svo mikið að geggjuðu fólki inn í Garðabæ. Og þannig að hafið þetta í huga og mér langar líka kannski að segja, þetta náttúrulega svo sérstakir tímar eins og við öll vitum. Við sjáum bara hvað að gerast með handboltalandslið okkar núna. Það virkilega að reyna á varamenn, því miður, eða þið vitið, en núna bara þurfum allir að rísa upp. Það sama mun vera eins og vera varabæjarfulltrúi. Ég hugsa bara ekki bara fyrst og annar, heldur ég hugsa að við þurfum jafnvel að leita alveg til fleiri bæjarfulltrúa og að fleiri taki þátt í og komist inn í og taki fundi með bæjarstjórn. Og ég verð að segja eins og ég annar varaþingmaður í okkar góða kjördæmi og það hvarflaði ekki að mér, ekki í mínum viltustu draumum átti ég von á því að ég hefði fengið tækifæri til að taka sæti á Alþingi innan við mánuð eftir að þingið var sett. Ekki í mínum viltustu draumum. Þannig að það getur allt gerst í þessu. En mér langar líka að segja þegar að þið, kæru félagar, eru búin að taka ákvörðun og segið, já þetta rétt, ég ætla bara að gera þetta, ég ætla að kýla á þetta. Og eins og Haukur kom inn á, þetta þarf ekki að vera kostnaðarsamt, þetta þarf ekki að vera flókið, það alveg stór munur á því hvort þú ert að bjóða það fram í efstu sætin eða vilt vera aðeins neðar á lista og það ekkert að því þó maður ná ekki ná topp 8. Þá eru bara mikla líkur að þú fáir sæti á listanum og eins og ég kom inn á, það bara geggja gaman líka, þannig ekki láta það eitthvað stoppa ykkur. Það miklu verra að gera ekki neitt því þá endar það hvergi. Og það líka svo gaman að taka þátt í nefndunum og við náttúrulega lánsum hefur gengið vel hjá okkur í Sjálfstæðisflokknum, þannig að við erum með mikið af fólki í nefndum og það rosalega gefandi. Ég hef sjálf verið svo lánsum að fá að taka þátt í fjölskylduráði síðan 2014 og vá hvað það gefur manni mikið að fá að taka þátt í nefnd á vegum þessa góða sveitarfélags og vinna þannig fyrir bæjarbúana. En þegar að þú ert búin að taka ákvörðun, kæri áhorfandi, og segja ég búin að hlusta á hjartað, ég ætla að gera þetta. Áfram skal ég fara. Og þá ákvörðun tekur þú eða með sjálfum þér. En þegar þú ert búin að taka ákvörðuna, þá þarftu fullt af fólki. Af því það fer enginn einn í prófkjörsbaráttu. Og þú þarft alls konar fólk, þú þarft alls konar hjálp. Ef þú ert með fjölskyldu, þá þarftu hjálp með fjölskylduna. Þú þarft að vera duglegur og þú þarft að skrifa greinar, þú þarft að vera nýta samfélagsmiðlana sem ódýrleið en ofboðslega áhrifarík. Þú munt vera mikið í símanum. Og vá hvað það gaman að heyra í fólki og hlusta á íbúana. Hvað það sem fólk vill?
þetta snýst svo rosalega mikið góð og mikil samskipti. Þannig að, og það náttúrulega margt annað sem þarf að gera, en þetta verður svo gaman að gera þetta. Og það er svo gaman að finna fólk og finna velvild og bara stemninguna og það sem að þú, Sigríður, komst inn á, hvernig félagið mun styðja og standa með öllum, að því að gleymum því ekki, allir sem eru að fara að bjóða sig fram, við erum ekki á móti hvort öðru, við erum nefnilega öll saman í þessu og við erum að fara að lyfta þessu upp. Þannig að ég segi bara, þetta er skemmtilegt, ég sjálf elska að fara í rússíbana og mér leið pínu þannig, ég tók þessa ákvörðun og þetta er pínu bara eins og að setjast í rússíbanan og svo ertu bara farin af stað og þegar að deginum kemur þá bara fattar vá hvað þetta var góður rússíbani og skemmtilegur. Og ég spyrja þig. Já. Fyrst alveg kannski með mjög góð punktur hjá þér varðandi listan og þau eru ekki endilega að vera í fyrstu sætunum og það er rétt hjá þér einmitt að prósessin er þannig auðvitað að fólk býður sig fram og svo eru kosið og það er einhver niðurstað þar, kann að vera algjörlega bindandi eða ekki, við vinnum úr því bara reglum samkvæmt og svo er það einmitt kjörnefndarinnar sem ég er formaður fyrir með mjög góðu fólki að skila síðan 22 manna lista til í raun fulltrúaráðsins til ákvörðunar er þetta fólkið sem við ætlum að stilla upp fyrir kosningarnar og hvert sæti í raun mjög mikilvægt eins og komst inn á og mismunandi langanir hjá fólki, hvort það vera ofarlega annars neðar og svona, en auðvitað það að fara ekki ennum prófkjör og annað gefur vikt og í mínum huga er alltaf þannig að sá sem að tekur bara þátt af drengskap og heilindum kemur alltaf sterkur út, alveg sama óháð niðurstöðu. En er það, hvernig með, sumir eru kannski hræddir við að prófkjör leiði af sér mikinn slag og þú farið særður út úr þessu og leiðindi og skítkast og eitthvað svoleiðis. Hvernig var bara reynsla þín nýverið í suðvestu prófkjörinu hvað þetta varðar? Hvað getur þú sagt okkur aðeins þá hlið sem margir kannski óttast en þú ekki að tala um? Takk Haukur, þetta er virkilega góð spurning og ég held að þetta hafi kannski verið sá punktur sem að gera það verkum alltaf, ég sagði bara alltaf fyrst við sjálfum bara nei, ég er ekki að fara í frambúð. Af því að mig langaði ekki í leðjuslag. En svo er það þannig að það þarf ekki að vera það. Og það bara þarf ekki að vera það og það á ekki að vera það. Og það held ég að sé svo svakalega mikilvægt að séum öll með bakveira vegna þess, þú talar aldrei sjálfan þig upp með því að tala aðra niður. Það er versta mögulega aðferðin. Þannig að maður það bara, þú veist, í alvörunni, bara samgleðjast og eins og mér var allt svo tíðrætt var það, við erum ólík, við þurfum að stilla upp sigurliði. Þetta er ekki einsmanns dæmi, aldrei, að stilla upp lista. Þannig að ef allir, og ég treysti öllu þessu fólki, til þess að fara inn með þetta, þú veist, að við erum ekki niður yfir baktali, illu umtali, bara alls ekki. Og þá í alvörunni, allavega ég fann aldrei fyrir þessu og bara gott að koma inn á þetta. Ég fann það aldrei. Þetta er klálega sem fólk er að mynda að velta fyrir sér og bara mjög góða punktur og það er bara líka svo gott að mynda eins og þú ert að ítrykka, þú veist, þetta snýst að vera saman í liðinu og 100% saman í liðinu og samherjar vegna þess að traust og samvinna á milli þeirra sem að veljast og til starfan sem bæjarfulltrúar og þeir eru uppi staðið er lykilatriði fyrir íbúana okkar og við erum náttúrulega öll íbúar líka þannig að við viljum náttúrulega bara byggja betri bæ þannig að þetta er bara rosalega góður punktur og að því að líka og einmitt nákvæmlega það sem þið að segja að því að síðan bara eftir að prófkjörinu lýkur þá er allt þetta fólk að fara að starfa saman og þú vilt ekki starfa það myndi aldrei ganga upp að þá kemur liðseildin og hvað hún er rosalega mikilvæg og dýrmætt. Nákvæmlega og þá keyra allir kosningabaráttunum bara sem eitt lið. Já. Og þetta held ég það sem ég skipti samt líka rosalega máli í þessu það er að ég held að kannski það sem að gerist stundum sem er miður það er kannski að verður rættnari barátta inn í stuðningsmannahópunum. Það er ekki kannski frá frambjóðandanum komið heldur og þá held ég sér svo mikilvægt bara hver einn frambjóðandi ítryggi það við sitt fólk, sitt góða fólk, sitt breiða bakland að gera þetta í bróðurni og tala ekki illum aðra. Nákvæmlega. Við erum saman í þessu, þau eru uppi staðið, það er alveg klárt.
nákvæmlega. Og það er líka það sem er svo gott að hafa í huga bara fyrir okkur, þú veist, hjartaslær í Garðabæ og þeir sem að taka þátt í svona, bjóða sig fram núna í prófkjörinu og taka svo þátt í kosningabaráttinu og taka svo sæti sem bæjarfulltrúar, þeir eru að takast á hendur alveg ótrúlega mikilvægt hlutverk og ég held einmitt eins og þú komst kannski svolítið inn á, í þínum viltustu draumum áttur ekki vona að setjast á Alþingi, en sko það er svo ótrúlegt hvað þetta er dýrmætt hlutverk og maður fattar það ekki fyrir maður er eiginlega komin í þetta sjálfur, hvað þetta er mikilvægt, hvað þetta er dýrmætt, hvað fólk getur haft mikil áhrif til þess nákvæmlega að byggja upp betri bæ fyrir íbúan okkar og fyrir okkur sjálf. Þannig að þið eru bara ótrúlega hugrökk og flott og ég er bara rosalega ánægð með ykkur og við öll hérna að vera að spá í þessu og bara go for it. Ef að hjarta segir já, go for it. Og við bara, svo sem, er eitthvað meira sem að þið eru að velta fyrir ykkur eða vilja koma á framfæri eða? Láta allavega ekki eitthvað tæknilega atriði stöðva sig sko. Nei, nákvæmlega. Bara garðar.is, skoða að hringja, senda tölvupóst ef það er eitthvað óskýrt, við viljum algjörlega, greiða götuna. algjörlega, bara ekki hika við að hafa samband við okkur ef eitthvað og við getum verið ykkur innan handar. Nú ef einhver vil taka spjall við Sissi þá býð ég hér með fram hennar tíma til að heyri ykkur. Og við erum bara öll til staðar fyrir ykkur. Þannig að aðalatrið er bara út í labbitúr og hugsa hvað ætla ég að gera. Er ég game og ef þú eru game þá bara go for it. Þannig að takk fyrir í dag. Ég er búin að uppfæra símann og tjekka að það komu enga spurningar þannig að ég var ekki á Facebook, ég er alltaf aðtöku hvort einhver hafi spurt einhverju. Þannig að bara takk hérlega fyrir okkur og gangi ykkur súper vel. Það er bara áfram Garðabær.